fjármálaráðgjafi Björn Berg Gunnarsson. Já, komið sæl. Ég ætla að fá að rífa okkur aðeins niður á jörðina og úr kannski gervigreindinni í svona gamaldags grúsk. Mér langar að ræða það hvernig frásögn sem er sögð upp úr gögnum getur breyst ef við gefum okkur aðeins meiri tíma. Ef við köfum aðeins lengra ofan í gögnin, gefum okkur tíma í það og erum kannski svolítið forvitin varðandi gögnin sem við erum að vinna með. Og mér langar að byrja á að kynna ykkur fyrir þessum manni sem kannski sumir þekkja. Þetta er hann Kevin Smith og hann er þarna á þessari mynd árið 93 að leikstýra myndinni Clerks. Og hún er fræg sagan sem sögður af þessu. Alltaf sama sagan. Á hverju einasta ári síðan myndin kom út 94 hefur verið sagt frá þessu. Hvað hún kostaði lítið. Hann seldi Batman-blöðin sín til þess að fjármagna myndina. Hann tók hann upp á nóttunni í búðinni sem hann vann í. Og svo skilaði hún alveg ótrúlegum hagnaði. Þar með endar sagan. Og þessi saga er skemmtileg, en hún hefur verið sögð svona aftur og aftur og aftur. Og svona lítur hún út. Þetta er ótrúleg saga. 140-földun á kostnaðinum. En er þetta satt? Er þetta rétt tala? Er verið að segja rétta sögu í þessu? Mér finnst mjög gaman að líta aðeins undir húddið. Og ef við temjum okkur það að spyrja okkur, fara aðeins krókaleiðina og róta upp hinn og þessu og spyrja, er þetta rétt tala? 140-földun á kostnaðinum. Að þá getur mögulega eitthvað annað komið í ljós. Þannig að gerðist strax eftir Sundance kvikmyndaháttíðina að hinn allræmdi Harvey Weinstein sem við sjáum á myndinni, eigandi Miramax, keypti myndina. Þarna eru Kevin Smith og Jason Mewes, vinnar hann. Keyptu myndina $227,000 og færði honum að auki í samningi hlutdeild í hagnaði myndarinnar umfram þetta kaupverð. Nú þetta breytir svolítið sögunni. Þarna er hann í rauninni ekki að 140-falda eða nokkuð, peningin sinn, hann Kevin Smith. Hann er kannski að 10-faldan, þetta er fínn peningur og svo er hann að fá hlutdeild í einhverjum hagnaði. En hver er hagnaðurinn? Hver er raunverulega hagnaðurinn í raun og veru? 4 milljónar sem er alltaf verið að segja og við sjáum allar svona sögur upp úr bíóhúsum og tekjum sem að komast þaðan, það er alltaf verið að segja miðasöluna. Stúdíóið fær ekki nema helmingin. Bíóhúsið sjálft tekur hinn helmingin. Það er bara helmingurinn farinn af tekjunum. En Clerks átti sér langt og mikið framhaldslíf eftir bíósýningar. Hún var auðvitað leigð út og seld á VHS, DFD, Blu-ray og er auðvitað strengt líka. Hvaða peningar komu inn þar? Hvaða kostnaður var á móti? Hvernig var markaðskostnaður, dreifingakostnaður? Hvað tóku smásöluaðilar? Hvað kostaði tollurinn að flytja þessar spólur á milli heimsluta? Hvað kostaði að texta þetta? Hvað tók smásöluaðilinn, dreifingaraðilinn, starfsfólki í búðinni? Við vitum það ekki. En það væri voðalega gaman að vita það. Vegna þess að ef við vissum þetta og næðum að kafa nógu djúpt í þetta, þá hefðum við mögulega hugmynd það hversu mikið var hægt að græða á Clerks. En það er ein saga þarna sem fylgir þessu, sem rímar kannski ekki alveg við það sem við teljum okkur geta reiknað út úr þessari mynd. Og það er bókhaldið hjá Harvey Weinstein, sem sagði að þrátt fyrir þessar 2 milljónir, sem er vissulega miklu meira en hann borgaði fyrir myndina, og þrátt fyrir það að við reiknum með að hljóta að vera hagnaður af myndinni á VHS og öðru, að það skila hún bara engu. Og Kevin Smith fekk bara enga bónus, það fekk enga hagnaðarhlutdeild. Og þá fer maður að kafa dýpra. Af hverju? Já, það er meðal annars vegna þess að þegar Harvey Weinstein var að frumsýna eða var að sýna reyndar Clerks en líka Pulp Fiction á Cannes, þá leið hann snekkju og setti bara reikningin á Clerks. Og svona breyttist bókhaldið. Þannig að hvert er rétta svarið? Var framleiðslukostnaðurinn 140-faldaður? Nei, í rauninni ekki. Græddi Kevin Smith 10 sinnum meira en hann lagði sjálfur í myndina? Sennilega. Hvað græddi Miramax á myndinni? Já, þau segi ekki neitt. Þetta er svolítið algengt í gögnum sem við erum að skoða varðandi kvikmynda á þáttabransan. Og ég las bók fyrir ekki svo löngu síðan eftir mann sem heitir Mike Rice, sem skrifaði Simpsons og skrifar ennþá Simpsons. Og hann segir í þeirri bók að þau sem skrifa þessa þætti hafi í öll 34 árin sem þetta við gengið á, nú er Bart farin að hljóma svo gömul kona, að í öll þessi 34 ár hafi handritshöfundinni fengið fastar greiðslur en líka bónusa í hagnaði Simpsons. Það er mikið látið með Simpsons. Þetta hefur verið framlengt þetta oft, 33 sinnum. Disney kaupir þetta síðan með Fox. Bókhaldi segir að Fox hafi aldrei gert neitt annað en tapað á Simpsons.
Hvernig má það vera? Það verður enginn fengið bónus út af þessu. Ég hef ekki hugmyndu það, en mér langar að grafa aðeins meira í þetta og komast að rétta svarinu. Ég veit allavega að sögur sem eru þá sagðar í fjölmiðlum að því að það hefur verið gróði á Simpsons er ekki nægilega réttar. Þetta er ekki alveg réttar sögur. Og sama má segja fleira sem við höfum séð. Lord of the Rings. Tekjunar af þessum myndum langt umfram það sem nokkur hafi vænst. Við þekkjum öll sögunar. Þetta sjáum við líka á hverju ári, detta inn á Facebook eða hvað það er. Sjáu þið hvað Lord of the Rings græddu mikið. Peter Jackson sem gerði þessa myndir hefur staðið í málaferlum ár eftir ár eftir ár til að reyna að fá einhverja hagnaðarhlutdeild. Vegna þess að stúdíó tekur eða reiknar þetta þannig að þetta hefur bara verið rekið með tapi. Og það gerðist einu sinni, varðandi sambærilegt mál, varðandi Harry Potter og Fönixregluna, einhverja tekjuhæstu kvikmynd sögunar að bókhaldi lag. Og þar kom í ljós að myndin var bara rekið með tapi. Og vitið af hverju? Vegna þess að stúdíóið Warner Brothers höfðu sett 23 milljarða íslenskra króna í bókhaldi í dreifingarkostnað á myndinni, sem er algjörlega út úr korti. En hverjar eru þá réttu sögurnar? Hvaða sögur eigum að segja upp úr þessum gögnum? Það er alveg klárt að minnstakosti varðandi þetta að munurinn á miðasölu og framleiðslukostnaði eins og hann birtist okkur í svona þessum helstu miðlum er bara ekkert að segja rétta sögu. Og tónlistarbransin býður okkur líka upp á sambærilega ævintýri. Hvað er rétt varðandi þróuna á tekjum og afkomu tónlistargeirans á undanförnum árum og áratugum? Það er náttúrulega oft sögð saga upp úr þessari mynd, upp úr breytingun á tekjusamsetningu tónlistariðnaðarins. Og sagan sem er sögð, sem byggir á þessari mynd, er að lengst af svona frá áramótum hafi tekjuna dregist mikið saman vegna minnkandi sölu á geisladiskum og vegna ólulegs niðurhals. Síðan fer þetta svona snúa í rétta átt þegar streymisveitunar fara að fjölga áskrifendum, fara að hætta að gefa streymi og nú er þetta að vaxa þannig og sagan segir þá í dag við erum komin í plús. Tekjunar eru orðnar meira en þær voru meira segja þegar best lét. En ég sá reyndar svipaða samsetningu og svipaðar mynd varðandi íslenska tónlistargeiranum daginn og þar sá ég eitt frábært sem er algjör undantekning. Þar var leiðrétt fyrir verðbólgu. Þetta er bara aldrei gert. Það er alveg makalaust að við séum alltaf að bera saman einhverja eldgamlar tölur við nýjar án þess að gera eitthvað svona. Leiðrétta fyrir verðbólgu. Að raunvirði eru tekjunar minni og ef við gerum þó bara sé þetta eina, þá gjörbreytist frásögnin eða ekki. Frásögnin breytist úr því, við erum bara komin í plús í það er ennþá verk að vinna. Þetta við tekið allan þennan tíma og við erum ennþá í mínus. En eru þessi litir í súlunum sambærilegir? Er hægt að bera saman bláu súlunar og gulu súlunar? Af hverju er alltaf bara verið að segja okkur frá kostnaðinum? Eða tekjunum? Ég raun og verum yfirleitt frá varðandi tekjunar. Þess að tekjunar segja mér ekki neitt. Það er afkoman sem skiptir máli. Og bláu súlurnar sýna okkur geisladiska sem þarf að búa til, pakka inn, senda á milli landa, selja í smásölu, borga starfsfólki við að koma þessi í hendunar á þeim sem ætlar að hlusta. Á meðan Aron Kahn getur gefið út lag og ítt á enter í laptoptölunni sinni og það er komið í hendunar eða í eyrun á viðtakandanum. Kostnaðurinn á bakvið gulu súlurnar er brot af kostnaðinum við bláu súlurnar. Er það ekki rétta sagan sem ættum að segja upp úr svona gögnum? Jú, þetta er vissulega tekjuhliðin, en hún er ekkert að segja okkur eitthvað afkomu greinarinnar. Og það má halda svona áfram varandi ýmislegt, en ég get ekki skilið við ykkur á þess að fara aðeins í fótboltann. Og þá langar mig að segja ykkur frá honum Neymar, sem var núna nýlega keyptur af Sádi-Arabíu, en þarna mynda hann þegar Katar keypti hann frá Barcelona til Paris Saint-Germain árið. Og þá var sögð þessi saga, og hún var í öllum fjölmiðlum allan heim. Dýrasti knattspyrnumaður sögunar. Neymar keyptur á 222 milljónir evra. Og þegar fólk fór síðan að reyna að fara aðeins dýpra í þessi gögn og bera þetta saman við eitthvað annað, þá breytti svo sem sagan ekkert. Neymar var ekki bara dýrastur, hann var langdýrastur og hann er borinn saman við það þegar Cristiano Ronaldo gengur til liðs við Real Madrid frá Manchester United 8 árum áður. Og þrátt fyrir að við leiðréttum þetta fyrir verðbólgu upp á verðlag ársins 2017 þegar Neymar skiptir, að þá breytist frásögnin ekki. Leiðrétt fyrir verðbólgu er Neymar langdýrasti leikmaðurinn. En nú getum við séð eina kannski aðra leið til þess að greina gögn, til þess að segja sögu sem okkur finnst persónulega segja rétt frá, segja rétt að sögu.
eðlilegt að leiðrétta bara fyrir verðbólgu eða þurfa að leiðrétta fyrir einhverju öðru? Þurfa að beita einhverjum öðrum breytum á þessi gögn til þess að segja sögu sem okkur finnst jafnvel vera réttari? Það var breskur fjölmiðill sem réðst í þetta og bjó til sína eigin fótbolta vísitölu sem byggir á gangverði knattspyrnumanna á því sama ári. Þá sett upp einhver púli og eitthvað meðaltal og hvaða niðurstaða kemur út úr því. Ef við færum þessa 2 leikmenn á skjánum upp á verðlag dagsins í dag og miðum við niðurstöðuna úr þessari vísitölu, þá það Gianluca heitinn Vialli, þegar hann fór frá Sampdoria á Ítalíu til Juventus á sínum tíma, sem dýrasti knattspyrnumaður sögunar. Og svona getum við haldið áfram og ég gerði það sjálfur vegna þess að ég ekkert endilega sammála því að þetta sé rétta leiðin til þess að svara spurningunni hver dýrasti knattspyrnumaður sögunar. Mín skoðun svo að við eigum ekkert að vera að taka allt mengið í þetta. Mér alveg sama hvert gangverð á leikmönnum hjá litlu liðunum. Vegna þess að dýrustu leikmenn ársins eru alltaf bara að fara á milli stærstu liðana. Það eru bara þau sem skipta máli. Þannig ég bjó til mína eigin vísitölu. Þar sem ég bar saman söluverðið á dýrasta leikmanni ársins við veltu tekju hæsta liðs ársins á sama ári. Svo færi maður þetta allt upp á verðlag og svo framvegis. Og hvað kemur þá í ljós? Neymar ennþá dýrastur eða það Vialli? Nei, það Zinedine Zidane þegar hann fór frá Juventus til Real Madrid á sínum tíma sem samkvæmt þessari vísitölu dýrasti leikmaður sögunar. En hvert þá rétta svarið? Stundum fer það bara eftir í hver það sem að segja frá. Stundum geta mörg svör verið rétta svarið. Það alveg rétt að segja að Kevin Smith hafi í rauninni 140-faldað kostnaðin af myndinni. En þá þurfum við að setja þann fyrirvara við ef við miðum bara við hráar tekjur úr bíómiðasölu og kostnaðin sem hann lagði í myndina. En þetta ekki satt. Þetta ekki eðlileg framsetning á þessum gögnum til þess að segja einhverja sögu sem við græðum eitthvað á. Og mér finnst að við sem að höfum gaman að því eða vinnum við það að kafa þess ofan í gögn, safna þeim, afla þeirra, greina þau og segja frá þeim í einhverju sögu, að við leggjum á okkur nokkrar auka mínútur og séum gagnrýnin á þessi gögn og við spyrjum okkur, þetta í alvörunni svona? En hvað þetta eða hvað hitt? Hvað get ég fundið ef ég grúska? Og hvaða útkoma kemur? Og það það sem svo spennandi við gögnin. Vegna þess að við vitum kannski ekki hvert svarið þegar við hefjum þessa vegferð að kafa ofan í gögnin og kannski kemur svarið okkur óvart. Og þess vegna segi ég að krókaleiðin sé vel þess virði vegna þess að þessi leið gefur okkur réttara svar en hún gefur líka betri sögu og gefur fólki tæki til þess að halda áfram að hlaupa með gögnin og útfæra kannski sína eigin sögu úr þeim. Ljómandi gott. Takk fyrir mig. Góða skemmtun í dag.